Þetta vist tíðni. Þetta kristalskál úr ametist sem náttúrulega frá jörðinni. Og til þess að koma mér í góða tíðni, því það mín ábyrgð, þá nota ég oft svona. Þetta líka til á símanum þínum og þetta fer svona í gegnum orkuna og svo gott að syngja eitthvað eins og ég. Happy, happy. Allt innifalið nefnilega í því að vera happy. Og ég veit að bara erfitt að syngja hamingjusöm. Ég ætla að segja ykkur svo mikið hlut að þið verðið að hlusta. Við höldum það að það sé alltaf öðrum að kenna hvernig við erum. Ekki við öll. Og allavega komistu kannski að því seinna að það ekki svoleiðis. Að það sé pappa að kenna. Eða af því að ég var þrælað út, af því að ég var veik, af því að mamma var veik, af því að einhver var alkohólisti, af því að ég lenti í þessu. Þess vegna ég svona. Og það ákvörðun. Og þá að segja, ég svona. Og þá getur ekkert komist út úr því að þá hefur þú ekki ábyrgð á sjálfum þér, það? Þá ber þú ekki ábyrgð, heldur hinir sem komum við sögu, þeir bera ábyrgð. En með ákvörðun og hverjum degi að breyta lífi sínu og breyta venjunum, lífið allt venja. Og við venjumst í þess sem við ólumst upp við sem voru kannski ekki góðar venjur, en við höldum því áfram. Það oft þannig, og ég veit ég særi kannski suma með þessu, að ef að mamma manns eða pabbi manns eða fjölskyldan voru öryrkjar, þá verðum við það líka. Þú veist, að því að við einhvern veginn fetum í fótsporin og finnst bara hluturinn nógu góður. Og þegar við erum búin að skrá okkur sem öryrkja, og ég að segja það eru veikindi og það allt innifalið í því. Af því að veikindi byrja með bólgum. Fyrst byrja maður að hafa áhyggjur, svo koma bólgur og þær verða veikindum. Þegar maður skráir sig sem öryrkja, þá byrjar einhvern veginn ekkert að gerast. Maður kemst ekki neitt áfram. Svo reyniði allt áður en þið skrifið undir að vera öryrki. Og verið þá allavega stoltir öryrkjar ef þið þurfið að gera það. Þið eigið að vera það. Og komast út úr venjunum, til dæmis matarvenjunum. Ég hræðilegasta manneskja í matarvenjum sem að hefur nokkuð tíma fyrir fundist, segja vinir mínir. Og núna stúdera ég hvað ég set ofan í mig. Ég stúdera það. Og ég stúdera hvernig mér líður. Því að maginn á þér beintengdur við þennan heila. Og ef að maginn í rugli, þá heilinn í rugli. Ef þú ert ekki að gera rétt hérna með magan á þér, þá þú þunglynd, þú döpur, þú hefur ekki orku, kemst ekki inn í eldhús og þú skilur ekki út af hverju og þú nennir náttúrulega ekki að skoða almennilegan mat, þá það nokkuð. Svo þú flýtir þér að borða og aftur að leggja þig. Og hvað gerist þá? Ekkert. Það verður eins og Groundhog Day, sami dagurinn, aftur og aftur og aftur og aftur. Ég hef örugglega sagt það áður, en segðu já við tilbreytingu, þó hún sé út í hött. Segðu já við að breyta til, af því að þú ert Guð. Það stóð í bókinni, góðu, og ég búin að segja það áður, en ég þarf alltaf að tyggja hann í mig, svo ég segi þér það. Guð var spurður, hvað heitirðu? Og hann sagði, ég heiti I am, og þegar þú segir, ég þreytt, ég óhamingjusöm, ég óheppin, þá það bara eitthvað sem þú setur yfir þig. Svo breyttu orðunum, breyttu hugsunum og það það sem þú þarft alveg ofsalega mikið að gera. Þú þarft líka að skoða það að það enginn betri en þú og þú ert alls ekki betri en aðrir því við erum öll hérna og svo þegar verða að ala mann upp og að vera að segja vertu kurteis, vertu stillt, sittu kjör, ekki tala við fólk og eitthvað svona. Þú verður að læra í 1000 ár eða þú verður að gera svona til að verða svo pabbi þinn eða verða svo Stjáni frændi eða eitthvað. Og þá ferðu inn í það form alltaf. Ef þú ætlar að taka ákvörðun að þú ætlar að smassa, þú ætlar að negla þetta líf og þú byrjar á mótnana. Ég ætla að sýna ykkur hvað ég gerði þegar var nýtt tungl. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég gerði það. Ég skrifaði nefnilega á spegla. Af því að ég var alltaf að finna blöð, hvað ég að skrifa á, hvað ég vil.
Eitt sem að mjög mikilvægt líka að setja háiljósin svolítið upp. Ég er búin að segja það líka áður. Ég alltaf að segja það sama, en þetta svo einfalt, lífið einfalt. Við erum alltaf að flækja það. Við erum að flækja það, við erum að fá álit svo margra og við erum alls staðar að leita og við trúum ekki að við vitum innst inni hvað við eigum að gera. Og það kallast að fá á tilfinninguna. Þú færð allt í einu á tilfinninguna að þú að hringja. Þú færð á tilfinninguna að þú verðir að fá epli eða gráfíkjur. Þá vantar líkamannum það. Og það engin líkami eins. Svo engin matarkúr hentar öllum. Þú verður að fara eftir hvað líkaminn talar. Hvað segir hann? Hann segir sko ýmislegt þegar maður komin á 70-aldur, get ég sagt þér. Ég bara farin að hreyfa mig meira. Ég dansa. Hvað finnst þér gaman? Því að bara maður verður eitthvað svo kátur með músík og hreyfa sig til. Fólk heldur að ég sé bara, ég sé alltaf með fólki og svona og sé svona félagslynd. Nei, ég mjög mikið heima hjá mér og ég spjalla við sjálfa mig. Því að þú átt að tala við þig. Þú átt ekki að vera það feimin að geta sagt þér hvað ætlaði ég að gera. Já, þetta. Og segja, nei, ég nenni ekki núna. Jú, drífðu bara. Drífðu þig. Af því að við verðum að segja. Það þýðir ekki fyrir mig að segja við þig hvað þú átt að gera. Það þýðir ekki. Af því að þú verður að vera tilbúin að vita hvað best og hvar hamingjan sé. Hún nefnilega hér. Hún hér inni. Hún inni í þér og alveg sama hvaða aðstæður í kringu þig, þá getur þú verið hamingjusamur. Það ákvörðun. Þegar þú vaknar, þá byrjar nýtt líf. Þá tekur þú ákvörðun. Ætla ég að hafa gaman í dag. Og líka geri ég, ef ég að fara í eitthvað erfitt prógram, þá hugsa ég ætla að hafa gaman. Og þegar ég hef gaman, þá geisla ég af. En ef ég þung í hugunum og þetta og allt þetta, þá gengur ekki nógu vel. Við þurfum að tala frá hjartanu, vera einlæg og einföld. Tala einfalt við þá sem þú vilt kenna eða hvernig þú vilt tala. Þú veist, sko, ekki að flækja alltaf hlutina. Tala einfalt, eins og bara það sem ég vil allavega. Svo getur þú skoða fullt af öðrum mentorum eða hvað segir maður? Mentor hér ekki með það, að það ætti að vera íslenska. Mér finnst það ægilega gott. Og ég segi bara, nú ætlum við að hugsa að vera hér núna. Ekki hugsa hvernig verða jólin, verður allt í vesenni, verður þetta svona eða hinsegin. Alls ekki. Því þá þið með hugsanir á undan okkur og þá koma þeir inn í mínútuna og eyðileggja daginn. Svo ég með eitt ofsalega gott. Whatever will be, but it will be in the best for me. Þetta mín mantra. Þá ég komin að því sem ég var að segja við ykkur þegar ég skrifaði á 9 túmili hvað mér langaði að fá. Og þið vinkonum mínum? Það ekki nokkur leið fyrir mig að labba rólega neistar. Það heyrist í þessum hvellibjöllum. Það gaman. Fegurð. Ég var ekki að meina, ég þyrfti að vera sætari, sko. Ég þarf bara að hafa sjálfsálit, það mitt álit að ég bara sé suttalega sæt. Fegurð þegar við erum... Hvað gerðist? Þegar í alvörunni kviknaði og slokknaði á þessum ljósum. Það svo mikið galdur í lífinu að ég sjái fegurðina. Fegurðina á þessu landi, fegurðina í fólki og þið skulu tengja ykkur við fólk og vera eins góð og þið geti þó það sé leiðilegt fólk. Það nefnilega leiðilegu fólki því líður bara illa. Það bara þannig. Svo skrifaði ég lífsspeki. Og hvað lífsspeki til hvers? Að því ég elska lífsspeki. Og svo ég búin að skoða bara flest öll trúmál og svo tek ég bara til mín hvað mér finnst. Svona gott fyrir mig. Ég veit að kannski á það ekki að vera svoleiðis, en mér alveg slett sama. Ég var búin, ég og vinur minn, hann Haffi, við vorum búin að gera þetta ást. Og það hægt að stroka þetta út, en ég þarf þess ekki. Svo gerði ég kraft náttúrulega til að geta gert hlutina, kraft til að vera þyrst í lífið og kraft
Og þá fór hugurinn minn annað og ég skrifaði ofurkraftur. Ég vildi fá superpowers og í hverju bara vera lifandi. Ég vil helst ekki fljúga þar sem ég lofthrædd. En ég ætlaði heldur ekki að birta þetta, en ég get birta allt. Svo kemur fögur íslenska. Ég elska íslensku og mér finnst fögur íslenska að kunna málið og ég bendi ykkur á það að það ofsalega gaman að læra íslensku og byrja bara ungur að hafa áhuga á því. Ég lærði mest á skólaljóðunum mínu sem ekki til í dag. Þau voru yndisleg, en hver verður að gera eins og hann vill. Reiprennandi ensku. Reiprennandi ensku. Og það kemur að ég hef trú að því og það auðvelt að læra tungumál ef þú trúir því. En ef einhver segir við þig, þú getur ekki lært ensku, þú ert ekki góður í ensku og hvað þetta var hallærislegt hjá þér, þú getur ekki sagt þetta rétt, þá missir þú trúna og þegar þú missir trúna, þá getur ekki talað orð. En það var þetta sem ég vildi sýna.